fyrsta samkoma. Við byrja á því ósköpum til hamingju með daginn og þann viðburð sem fer fram hér í dag. Eins og heimaklettur stendur óbifanlegur sem hlekkur í órjúfanlegri umgjörð Heimaeyjar var Guðni Agnar Hermansen einn af þessum heilsteyptu einstaklingum í Vestmannaeyjabæ sem með framkomu sinni og tilvist mótaði svipbrigði dags og nætur. Prúður, heilsteyptur og vakti ávallt eftirtekt hvar sem hann kom. Skipti þar engu, hvort var í vinnu, á léttu spjalli við vini og kunningja, eða hann þandi saxafónu sinn á jazzkvöldi eða á dansleik. Þeir myndu svo mikið hvor á annan í allri sinni ró og tíguleika. Guðni Agnar Hermansen var fæddur hér í Eyjum 28. mars 1928 á Ásbyrgi, sonur hjónanna Jóhannu Erlendsdóttur og Störkari Hermansen. Faðir Guðna var norskur og flutti til Eyja eftir að hafa unnið hér við niðursetningu véla í fiskimjölsverksmiðju Gísla J. Jónsson. Með honum komu 3 börn hans, þar sem hann var orðinn ekkill, voru það þau Anný, Greta og Aubert. Hann hafði þá kynnst Jóhönnu, ekkju Guðna Jónsson, og hefja þau búskap og fylgdi henni 4 börn. Friðþjófur, Erla, Ágústa og Rögnvaldur. Lengst af bjuggu þessi heiðurshjón að Ásbyrgi, glæsilegu einbýlishúsi sem ýmist talið standa við Ásaveg, Helgafellsbraut eða Birkihlíð. Og enn stendur það tígulegt. Það var þeim 3 barna auðið, en það voru Guðni Agnar, Sveinbjörn Lárus, eða Simbi svo við mundum hann flest, og Erla Ágústa. Á þessu heimili elst Guðni upp í stórum systkinahópi sem var stjórnað af festu og mildi þeirra hjóna sem bæði voru einkar vönd af virðingu sinni. Voru þau bæði unnendur fagurra lista og Jóhanna móðir hans teiknaði frábærlega vel og var mikil hannyrðakona. Í þessu umhverfi ólst Guðni upp og snemma koma listrænir hæfileikar hans í ljós og lét honum jafn létt að lita með litum sem ljúfum leikur á ljóðfæri. Guðni velur sér að ævistarfi að mála hús og híbýli og þar nutu listrænir hæfileikar hans vel í litasamspili og vandaðri vinnu. Samhliða þessu leggur hann stund á málarlistina sem smá saman tekur hug hans allan, fyrst sem tómstundi iðja en síðar sem fullt starf. Má segja að málarlistin hafi verið starf hans síðustu 2 áratugi sem hann lifði. Guðni hélt sína fyrstu málverkasýningu hér í Eyjum 1964 og síðan nær ávist og ávallt á páskum. Hann var tregur til að fara frá Eyjum og því urðu sýningar hans fáar utan heimabyggðar, þó sýndi hann á samsýningum á Grænlandi og í Færeyjum og tvisvar sýndi hann í Reykjavík. Að vísu var hann byrjaður að safna í sýningu sem átti að vera á Kjarvalsstöðum nokkrum mánuðum áður en hann veiktist, en því miður þá endist hún ekki aldur til þess að efna til þeirra sýningar, en hún átti að vera á súrrealískum málverkum. Færni Guðna, nákvæmni, nostur og náttúrustefna var fyrirferðarmest í myndum hans, en hann gat líka notið sín í hjálpstefnu eða súrrealist og vildu sumir meina að henni hefði hann átt að sinna mun meir. En það voru litir og ljósbrot eyjanna með öllu þeim töfrum sem heitluðu hann mest og þá ekki hvað síst Helgafell sem eftir var honum yrkisefni
samanber það sem við höfum hér í kringum okkur í dag, sem aðeins brot af verkum hans. Nú varðaði verndun felsis sem var honum nánast að forspá, samanber myndverkið Hefnd Helgafells, sem máluð 1971. Eitt mynstur vafðist þó lengi fyrir Guðna sem listmálari, en það sjálfur heimaklettur. Lengi vel sást hann hvergi í myndum hans, en smásaman fór hann að birtast og undir það síðasta í fullkomnu formi þess örugga og óbifanlega kless sem ekkert var þokað, en þannig var einnig Guðni í lífi sínu, hinn trausti og óbifanlegi klettur. Fyrstu hjúskaparár sín bjó Guðni að Herjólfsgötu 7, þar sem var heimili eiginkonu hans, Sigríðar Kristinsdóttur. En þau giftu sig 10. maí 1950, það svo 1961 sem þau flytja í sitt fagra heimili að Birkihlíð 19. Þeim hjónum var 2 barna auðið, eru það þau Kristinn Agnar og Jóhanna. Þau Sigríður og Guðni virtust eiga einkar vel saman, bæði svo tíguleg í sjón og raun, næmi þeirra fyrir fögrum listum fór saman, einkum þó í söng og málaralist og tónlist, segi ég. Hygg ég að fáir gleymi sem fengi að heyra þá Guðni spilað undir og dynta söng. Það hefur ábyggilega þurft áræði fyrir heimilisföður og fyrirvinnu fjölskyldu að taka þá ákvörðun að vinna eingöngu að málaralist. En þar hygg ég að hann hafi notið hvatningar og stuðnings eiginkonum. Það leyndist engum sem kom á heimili þeirra hjóna að þar bjó fólk sem hafði yndi af fegurð og hrynjandi tóna á lérefti og í hljómlist. Þó hygg ég að nægjusemi, hógvarð og lítillæti hafi verið þeirra aðall. Að koma á heimili þeirra hjóna var frábært og að koma niður í vinnustofu Guðna, það nálgaðist helgistund. Það var einstaklega gaman að koma og heyra lýsa myndunum sem hann var að vinna og svona rétt til gamans. Nú er til með að geta þess að þetta var nú á þeim árum að það var ekki kominn bjór. Þegar maður reiknaðist 2 bjóra, þá var ekkert dýrðuvegra en að fara með þá niður í stofu til Guðna og skála við hann í bjór. Því að fyrsti sópinn hjá Guðna, hann var feikilega langur og drjúgur. Og enn lengri var nautnastunan þegar hann var búinn að kyngja. En öll þau ár sem ég umgengst Guðna minnist ég ekki að nokkurn tímann að ég hafi hitt hann drukkið. En þegar að bjórinn var leyfður, þá þótt okkur ekkert værið í þetta. Þó Guðni hafi kvært fyrir tæplega 30 árum mun hann lifa í minningu þeirra sem hann þekktu og öll hans fjölmörgu listaverk mun að halda nafni hans á lofti sem verðugir bautasteinar hreinlyndan og hjartalíjan eigaskeggjar sem munni svo sinni fögru heima í að minnast Guðna Hermannsson.